Komið þið sæl. Takið eftir okkur sérstöku. Einhverju breytingu. Já, alveg rétt, ég að safna yfirvarastekki. Ekki segja neinu frá. Laufey, hvað ertu með framan í þér? Er þetta varta? Varta hvað, þetta nýja yfirvarastekki mitt. Og ekki orðum það meir. Nú, þú ert bara eins og Clark Gable. Ég verð bara skotin í þér. Komið þið sæl, krakkar, og velkomin í stundin okkar. Sæl, Helga. Sæl. Við höfum fengið mörg góð bréf undanfarið og ætlum að lesa nokkur. Nei, en hvað út fínn í dag, Laufey minn? Er komið yfirvaraskegg? Já. Það fer þér reglulega vel. Já. Hafið þið nokkuð heyrt frá honum gamli? Nei, sennilega hefur hann sest að þarna suður frá. Þetta voru jú hans heimkynni. Já, en þá lesum við bara öll bréfin. Ég fæ að lesa fleiri vísur og brandar og svona. Nei, en þess ég vona að Gammu komi aftur sem fyrst. Já, bara hann tali nú spönsku almennilega þegar hann kemur aftur. Ég ætla bara að vona að hann gleymi ekki íslenskunni, svo við skiljum hann. Já. Fyrsta bréfið í dag, það er frá Hella og Rangárvöllum. Já. Halló, Laufey, Ugla, Gammur og Helga. Já. Þetta er gáta. Við ráðum hana öll saman og til líka krakkar. Já. Og hún er svona. Hvað getur mús dregið jafn auðveldlega og fíll? Mús dregið jafn auðveld og fíll? Já, komið með það. Þetta er erfitt. Já, býðum nú við. Ég er nú vön að geta ráðið allar gátur. Augnablik. Ha? Góðir hálsar, ég hef svarið. Já, þú. Já, andan. Músin getur dregið andan jafn auðveldlega og fíllinn. Sjáðu, Sókrates minn, þetta var alveg rétt. Hver ert þú þarna og hvað ert þú að abbast upp á okkur? Þú mátt alls ekki trufla okkur. Við erum að lesa bréf frá krökkunum. Já. Og það ertu skrítið framann. Og hver ert það við má spyrja? Nafnið er Sókrates. Já, hérna, eins og grískur heimspekingur, hér er nú hver Sókratesinn. Jæja, býðið þið, hér er önnur gáta. Hún er svona. Úr hvaða boga er ekki hægt að rétta? Bogi. Já, bogi. Ég veit það. Já, ég veit það líka. Þú? Já, Ha? það er regnboginn. Þú réttir ekki úr regnboganum. Hvaða ósíður er þetta að grípa alltaf fram í fyrir manni? Ég vissi þetta alveg. Já, komdu bara burt, þú þykist vita allt. Ó, maður veit nú sitt að hverju. Það er reglulega gaman að þú kom, Sókrates minn, og þetta var alveg rétt hjá þér. En ég ætla að lesa áfram. Ég heiti Þráin og er 7 ára og er heima á Hellu. Ég horfi alltaf á ykkur. Bið að heilsa Lilla, Ljóninu og Kústi. Bless, bless, Þráin Gíslason, Þrúðvangi 26, Hellu, Rangárvöllum. Þakka þið fyrir bréfið og við skulum koma kveðjónum til skila. Já, gáturnar voru góðar þarna þó maður fengi ekki að svara í friði fyrir þessu loðdýri. Helga, má ég nokkuð lesa næsta bréf? Eigum að leyfa honum að lesa næsta bréf? Hvað ætla hann geti lesið? Hefur ekki einu sinni augun á réttum stað. Já, við skulum aðtóa hvort henni læst. Já. Þú les, Sókrates minn. Svona, má ég sjá. Elsku, sæti, besti, yndislegi, glæsilegi Sókrates. Ha? Það er mjög gaman að fá mig í heimsókn. Ha? Nú er hann eitthvað að plata okkur, held Þetta ég. burt með hann bara burt. Heitir Sókrates og kann ekki einu sinni að lesa. Ekki veit ég hvað nafn hans í Aþenu hefði sagt. Bíðið aðeins, sko ég var bara að grínast. Jú. Ég þarf bara aðeins að hrista frá augunum. Já, hristuðu þið vel. Svona, og lestu nú. Svona, já. Til stundarinnar okkar. Nó, þetta er vísa. Já. Ég á hvítan kött sem er með svartan hött. Já. Hann á lítinn disk og ég gef honum fisk. Já. Bless. Rósa 6 ára, Fjarðarbraut 42, Stöðvarfirði. Já, nei. Og hér er falleg mynd af ketti sem heitir Prins. Rósa mín, haltu bara áfram að yrkja. Æfingin skapar meistarann. Já, ekki nema 6 ára. Þessi skáld er efnileg. Já. Vísan var frábær. Já. Næsta bréf, það er til hans Gams. Ég ætla að lesa það. Já. Til stundarinnar okkar. Hæ, Gammur. Ég ætla að senda ykkur gátu og hún er svona. Takið nú öll vel eftir. Já. Hvaða kúla er það sem allt
alltaf snýst og stoppar aldrei. Þú segir núna, Já, Sókrates. bara lokar fyrir. Lok, læs og allt í stáli. Já, Já, vitið þið svarið? En bréfið, það er frá henni Gunnhildi Ólafsdóttur, hún er 5 ára og hún á heima á Mælifelli í Skagafirði. Ég veit. nú. Fótbolti sem Ásgeir Sigurvinsson hefur sparkað í háaloft. Það nú rugglukollum aðeins lifandi? Veist þú þetta, Gjugla? Jú, þar brást Sókrates í bogalistin, auðvitað veit ég það. Og ég er viss að krakkarnir vita það líka. Nú. Það er auðvitað jörði. Er það ekki Gunnhildur mín? Jú, þetta var alveg rétt hjá uglunni. Já, Og vitið þið, næsta bréf, það er frá systur hennar Guðfinnu. nú já. Og það er til uglunar. Já, Ugla, gjör svo vel. takk. Hæ, Ugla. Ég ætla að senda þér brandara og ég býð að heilsa öllum. Ég verð bráðum 8 ára. Brandari. Læknirinn, Jón minn, fórstu nú að mínum ráðum að sofa við opinn glugga? Jón, já, læknirinn. Og ertu þá ekki laus við morgunþreytuna og höfuðverkinn? Jón, nei, en ég losnaði við veskið mitt og úrið. Bréfið er frá Guðfinnu Öldu Ólafsdóttur 7 ára, Mælifelli, Skagafirði. Bless, bless, Ugla, skrifar hún, þakka þér fyrir bréfið, Guðfinna mín, og haltu áfram að segja brandara. Hláturinn lengir lífið. Við þökkum systrunum fyrir bréfin. Og næsta bréf, það er til hans Laufa. Mikið var. Laufi, gjör svo vel. Hér er ein saga, hún heitir Litli fuglinn Kíki. Já. Einu sinni var lítill fugl. Allir voru leiðilegi við hann og sögðu hann gæti ekki neitt. Æ. En einu sinni, þegar Dísa litla var að leika sig með eldspýtur, kviknaði í. Já, það má ekki leika sig með eldspýtur. Og Dísa rópaði á hjálp Já, og fuglinn heyrði í henni. Hann fór og sótti hjálp. já. Eftir það voru allir góðir við hann. Bless, bless, Berglind Ýr Gylfadóttir, Blikahólar 26A, sími 79879. Hún er 9 ára. Já, allt er vel þegar allir eru góðir við alla. Eins og talað út úr mínu hjarta. Já, þið megið til dæmis lesa næsta bréf. Ég bara hlusta. Vitið þið, næsta bréf, það er líka síðasta bréfið og það er til Uglu. Hæ, Naumars, þú fæ bara öll bréfið í dag. Já, mikið er það gaman. Má ég lesa, Helga mín? Til Uglu. Komdu sæl, elsku Uglan mín. Já, þetta var fallegt ávart. Ég er hér með sögu handa þér. Reyndar er þetta brandari. Brandari, móðirinn. Baðstu mannin fyrir gefningar þegar þú stekst ofan á fótinn á honum? Siggi, já mamma, og hann gaf mér 10 aura fyrir að vera svona siðaður. Nú, Móðirinn, hvað gerðir þú þá? Siggi, ég steig ofan á hinn fótinn á honum og bað fyrir gefningar. En ég fékk enga aura. Kær kveðja, Bergljót Björk Halldórsdóttir, Barónstíg 7801, Reykjavík 12 ára. Já. Takk ykkur fyrir bréfin, krakkar, og munið að skrifa allt á heimilisfangið ykkar. já, annars fóðu enga mynd af mér. Eða mér. Jæja, góðir hálsar. Þá er ég farin. Jæja. Ég kíki kannski til ykkar seinna. Nú, já, Nú já. Bless! Bless. bless. Ertu heima? Já, komdu sæl, komdu inn. Krakkar, þetta er hún Bergljót Hreinsdóttir. Gaman að sjá þig. Takk, Ertu með Íris og pappinur og mömmu? Já, ég kom með þau.
Heyrðu, er ekki Íris, er það ekki brúða? Jú, Íris er brúða. Hver hefur búið hana til? Írisi og mömmunar og pappa byggum við til á fyrsta ári í fósturskólanum. Já. Hvað ætlar hún Íris að syngja fyrir okkur? Hún Íris ætlar að syngja fyrir okkur 3 lög. Já. Og það fyrsta þá stendur hún við gluggann og er að bíða eftir að fá að borða. Og þá er hún að hugsa hvað það sé sem hún eigi að fá að borða. Og þá fer hún allt í einu að syngja lag sem heitir Fiskur og franskar. Fiskur og franskar, nammi, það er svo gott. Já. Ætli hafi ekki verið bara ísa? Kannski. Og svo, þá fara þau út í bíl og ætla að keyra upp í sveit. Og þegar hún fer að koma nálægt fjöllunum, þá fer hún að syngja fjöllin. Já. Og hvað svo? Og þegar hún er búin að því, þá kemur fiskalag og það eru krakkarnir okkar úr öðrum sé sem hafa teiknað myndir við fiskalagið. Já, en heyrðu, hver hefur búið til allar þessar vísur? Ég bjó til allar vísurnar. Ég tók bara lög sem að krakkarnir á barnaheimilunum er að syngja. Já. Og svo setti ég bara texta inn, nýjan texta. Já. Og ég hlakka til að hlusta á þetta. Nú á ég víst að koma og borða hádegismatinn, því eftir mat ætlum við mamma og pappi að fara í bíltúr upp í sveit. Við gerum það stundum á sunnudögum því þá eigum við öll frí. Þá þurfa mamma og pappi ekkert að fara í vinnuna og ég þarf ekki að fara í leikskólan. Það er alveg ágætt að eiga stundum frí, þó það sé líka gaman að leika við krakkana í leikskólanum. Íris. Nú kalla mamma aftur. Best að hlýða svo við getum lagt sér fyrst á stað. Hvað ætli sé annars í matinn? Mér finnst best að borða blómkálsúpp og brauð, hamborgara, kjúklinga og súkkulaði frauð. Fisk og gos og franskar finnst mér gott að fá og flatköku með miklu smjör og hangikjöti á. Fisk og franskar finnst mér gott að fá og flatköku með miklu smjör og hangikjöti á. Fisk og franskar finnst mér gott að fá og flatköku með miklu smjör og hangikjöti á. Mér finnst best að borða blómkálsúpp og brauð, hamborgara, kjúklinga og súkkulaði frauð. Fisk og gos og franskar finnst mér gott að fá og flatköku með miklu smjör og hangikjöti á. Fisk og franskar finnst mér gott að fá og flatköku með miklu smjör og hangikjöti á. Fisk og franskar finnst mér gott að fá og flatköku með miklu smjör og hangikjöti á. Jæja, þá erum við nú búin að vaska upp og ganga frá, svo við erum alveg tilbúin til þess að leggja af stað. Heyrist í bílnum okkar. Kannski finnst honum svo gaman að við séum öll í fríi og á leiðinni í sveitina. Áður en ég legg af stað, þá set ég á mig öryggisbeltið. Það er lögreglan sem segir að maður eigi að gera það. Það er nefnilega í umferðarreglunum. Við sjáum marga bíla og fólk á leiðinu út úr borginni og nú keyrum við nær og nær fjöllunum. Þau eru þó ekkert blá eins og ég hélt alltaf. Þau eru græn og brún og grá og svört. Mér finnst fjöllin falleg, líka svolítið hræðileg því að í fjöllunum búa tröll. Það var allavega svoleiðis í gamla daga. En núna eru þar bara jólasveinar. Það stendur í einni bók sem mamma las fyrir mig. Og í hólunum og hæðunum búa álfar og huldufólk. Það er gott fólk eins og jólasveinarnir. Maður þarf ekkert að vera hræddur við það. Ég hef samt bara séð jólasveina. Sjáðu fína fjallið mitt, feiki hátt með skrautið sitt. Í því tröllin eiga skjól, í myrkri þar sem ei skín sól. Grænt og grátt og brúnt og svart, litir prýða fjallsins skart. Fjallið mitt
sé þig æ, rísa yfir byggð og sæ. Í því búa fleiri, já, jólasveina þar má sjá. Hamast þeir með öll sín tól að klára fyrir næstu jól. Svo margir fiskar í sjónum búa, það sjá má aldeilis aðra trúa. Þeir eru ýsur og rauðir karfar, uss og þorskur og silfursíl. Þar búa ókvallar hafsins djúpa, stórir hvalir og grimmir hákarlar. Litlu fiskarnir gæta að sér og láta alls ekki koma sig. Og skipin sigla hafið bláa, þau veiða fiskinn og færa hann upp á land. Það hristir krakkan, hann kátir smakka og bæta á kúfaðan fiskinn sinn. Svo margir fiskar í sjónum búa, það sjá má aldeilis aðra trúa. Þeir eru ýsur og rauðir karfar, uss og þorskur og silfursíl. Krakkar, halló, þetta ég, Agnarögn, og bara manninn þarna í hvítasloppnum. Vitið hvað hann er með? Karamelludeig. Ég nefnilega þarna stödd í sælgætisverksmiðju og lætin í karamelluvélinni. Nú skulum við athuga hvernig karamellu verða til. Þarna var hann að láta karamelludeigið í vélina. Hafið þið séð aðra eins hlussu? Ó, sjáu þið bara. Fyrst búin til svaka löng lengja úr deiginu. Við fylgjumst með og pössum allt sem lægi. Sjáu þið hvernig deigið liðast áfram. Þarna treður hann því inn svona sko. Já. Svo kemur það út úr þessum hjólum eins og löng kirkislanga sem liðast áfram. Já. Þetta er lagi sko. Þetta eru karamellubréfin. Fleiri hundruð sem að rúlla í gegn á hverri mínútu. Og þarna hverri og einni karamellu pakkað inn. Sko, pakk. Skýst út, pakk. Skýst út. Þetta er rosalega flott vél. Pakkar það bil 500 karamellum inn á mínútu. 10, 20. Rosalega mörg. Sko, þarna koma karamellurnar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjáðu þið, þetta allar þarna ofan í kassan. Ég fekk nokkrar með mér í nesti. Nokkrar svolítið margar. Þannig að eins gott að maður borði þær ekki allar. En það voða gott að borða sumar. Aðeins fleiri svona. Já, fínt. Ég borða bara nammi á laugardögum og ég passa mig alltaf að bursta tennurnar voðalega vel á eftir. Þetta er tópas. Heilt fjall á tópasi. Og þarna við pakkað inn. Það eru 2 dömur sem vinna við þessa vél. Já. Stútarnir setja ákveðin fjölda af tópasi í hvern pakka. Ég veit ekki hvað eru mörg tópas í hverjum pakka. Þarna er pökkunum lokað. Lok. Þessar vélar eru nú alveg rosalega flottar. Þarna skutlast pakkarnir upp og bíða eftir því að fá miða á sig. Miði, þetta er erkin að snóa, siglir þarna í nóaflóðinu sennilega. Og þarna setur hún marga pakka í eitt stóran kassa. Já. Þarna eru þær stöllurnar. Þessi kona heitir Heiðrún og hún er búin að vinna þarna í mörg ár og kann bara vel við sig. Og við skulum þakka henni kærlega fyrir í dag og verið sæl, krakka mínir. Nú veit ég, þetta er Hlemmur og stóra húsið, það er Náttúrufræðistofnun Íslands. Og þann inni eru 2 sýningarsalir með náttúrugripum. Hvað ætlum við að skoða í dag, Einar? Spörfuglana.
Þeir eru litlir og fallegir fuglar og góðir söngfuglar og halda sig mikið við mannabústaði. Og þarna kemur sá fyrsti. Hvað heitir hann? Þetta steindepill. Lítill fugl sem lifir mikið á flugum. Æ, hvað þessi pínu lítill. Hvað heitir hann? Já, þetta músarindillinn. Hann líka minnsti fuglinn á Íslandi. Heyrðu, ég held ég þekki þennan Einar. Þetta ekki snjótillingur? Jú, þetta snjótillingur. Og þarna kemur þúfutillingur. En þessi? Þetta marjörla. Skemmtilegur lítill fugl. Þarna kemur starrinn. Heyrðu, það ekki starrinn sem að það svo mikið flóa á hann? Jú, og það gert hann svolítið óvinnsam. Það svolítið leiðina því þetta voða skemmtilegur fugl. Þetta unginn hans. Starrinn getur þetta hent eftir. Hann hermir alveg eftir lóunni, til dæmis. Nei, þarna kemur nú einhver stór. Ætli þetta sé ekki hann krummikallinn. Krummi spörfugl líka? Já, hann stærsti íslenski spörfuglinn. Krummin skemmtilegur fugl og margir telja mjög vitran. Hann líka mjög hirðusamur. Þetta ósköp venjulegur sunnudagsmorgun. Klukkan að slá 11 og systkinin Steinunn og Eyvindur á leiðinni til messu með foreldrum sínum. Steinunn þekkir prestinn og Eyvindur líka. Þau hafa svo oft komið í kirkjuna með papp og mömmu. Í þessari kirkju það svo skrítið að á meðan presturinn heldur ræðu fyrir fullorðna fólkið, þá hlusta krakkarnir og öðruvísi ræðu í safnaðarheimilinu. Nú skulum við heyra. Sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag, krakkar, hún úr Markúsarguðspjalli í Biblíunni. Og hún gerist í borg sem hét Kapernám í Ísrael fyrir nær 2000 árum. Og sagan, hún fjallar mann sem var lamaður og mjög sorgbitinn. En eitt sem vildi svo til að Jesú kom til borgarinnar. Og vinir lamaðamannsins, þeir fréttaði og þeir fóru til hans og sögðu honum að Jesús væri í borginni. Og þeir hefðu heyrt að Jesús hefði læknað margt fólk. En auðvitað vildi lamaði maður fara að hitta Jesú. En hann gat það ekki því hann var alveg lamaður og varð að liggja kjur í rúminu sínu. En þá ákváðu vinir hans að bera rúmið með manninum í til Jesú. En þegar þeir komu í húsið, þar sem Jesú var að tala, þá var allt orðið troðið af fólki. Og þeir komust ekki inn í húsið með lamaðamannin. Og þeir sem voru búin að ákveða það að lamaðamaðurinn skildi fá að hitta Jesú. En þökin og húsunum í Kapernám, þau voru ekki svona í laginu. Þau voru svona, alveg flöt. Og utan á þeim voru byggður stigi. Og nú ákváðu menninir að fara upp stigan með lamaðamanninn upp á þak. Og þegar þeir komu þangað, þá bjuggu þeir til gat á þakið. Og þeir létu lamaðamanninn síga niður í gegnum þakið, alveg niður á gólf þar sem Jesú var. Svona átti lamaðamaðurinn sniðu og góða vini. En þegar að Jesú sér lamaðamanninn, þá segir hann við hann: barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og þegar að lamaðamaðurinn heyrði þetta, þá hætti hann að vera sorgbitinn og var glaður. En það voru nokkrir fræðimenn í húsinu sem hneykslöðust af því sem Jesús sagði. Því þeir vissu ekki að Jesús Guð og hann veit allt og getur allt. Og Jesú vissi strax hvað þeir voru að hugsa og hann sagði við þá: hvort haldið það sé auðveldara að segja við þennan mann, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða stattu upp, taktu rúmiði og gaktu. Og þeir sögðu: nú það miklu auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá sneri Jesú sér að lamaðamanninum og hann sagði við hann: stattu upp, taktu rúmiði og gaktu. Og þegar hann hafði sagt þetta, vitið hvað gerðist þá? Jafn skjótt þá reis lamaði maðurinn upp, tók rúmið sitt og gekk. Og
fólki sem sá þetta, það var alveg óskaplega undrandi og það lofaði Guð og þakkaði honum því það hefði aldrei séð neitt eins og þetta. Þetta var sagan um lamaða manninn í Kapernaum. Setjumst hér í hringinn og hendur mætast á, en systkin eftir erum og engum gleyma má. Því Jesús elskar alla og alla ég á hann veitir okkur vinir og verndar skemmtilegt mat. Guðum skapað blómin björt, blómin björt, blómin björt. Guðum skapað blómin björt, Guð á himninum. Guðum skapað fuglana, fuglana, fuglana. Guðum skapað fuglana, Guð á himninum. Guðum skapað stjörnurnar, stjörnurnar, stjörnurnar. Guðum skapað stjörnurnar, Guð á himninum. Guðum skapað fiskana, fiskana, fiskana. Guðum skapað fiskana, Guð á himninum. Guðum skapað þig og mig, þig og mig, þig og mig. Guðum skapað þig og mig, Guð á himninum. Þegar messunni lýkur kemur margt fullorðna fólki niður í safnaðarheimilið og fær sér mólasópa. En krakkarnir fá djús og keks. Það er notalegt að sitja og hlusta á masið í fullorðna fólkinu. Það er næstum því eins og að vera heima við eldhúsborðið. En í kirkjunu er bara miklu fleira fólk. Að lokum er farið í leiki. Allir sem vilja mega vera með. Þessi leikur heitir Mólíkúleikurinn. Hefurðu séð hann áður? Já, þarna er einhver sem dettur út. Hjálpa nefnum stjórna, ég kemur koma fleiri. Allir sem ekki komast inn í hóp. Og hinn byrja að suða. Núna.